Sýndarveruleiki auðveldar nú fólki að skoða hvernig miðbærinn á Djúpavogi kann að líta út í framtíðinni. Doktor í umhverfissálfræði segir að þetta sé það sem koma skal í skipulagsvinnu sveitarfélaga. Í stað þess að rýna bara í loftmyndir og uppdrætti er hægt að skynja skipulagið. Í Háskólanum í Reykjavík er unnið að rannsókn í umhverfissálfræði, hvernig hönnun, mótun og skipulag umhverfis hefur áhrif á líðan fólks. Unnið er með deiliskipulag fyrir miðbæinn á Djúpavogi sem er enn á teikniborðinu. Í veruleika hermi er hægt að ganga miðbæinn og segja skoðun sína og á meðan safnar kerfið vísindalegum gögnum skynjun og líðan fólks. Í staðinn fyrir að bjóða bara upp á uppdrætti og skissur og slíkt, að þá erum við komið með þetta, fólk getur upplifað það á eigin skynni með því að vera hreinlega á staðnum og átt að sjá því hvað felst í tillögunni. Þá hlýtur það að skila betra samtali milli stjórnvalda, milli ráðgjafa og svo íbúa. Bæjaryfirvöld á Djúpavogi vildu taka þátt í verkefninu til að tryggja að upplifun á nýjum miðbæ yrði sem best, enda er markmiðið fyrst og fremst að auka lífsgæði íbúana. Þið sjáið framtíðar hugmyndir uppbyggingu á bryggjum hérna við voginn. Við höfum í gegnum tíðina geymt gamalt timbur úr trébryggju sem hér stóð áratugum saman, með það í huga að reyna að nýta það síðar meir og ég vona sannarlega að það geti orðið að því. Fólk skilur betur hvert er verið að fara og þar af leiðandi er þá auðveldar að koma til dæmis með ábendingar eða gefa komment á það hvað virkar og hvað virkar ekki, sem að skipulagsmál náttúrulega snúast að mjög miklu leyti um. Ég hvet öll sveitarfélög til að kynna sér þetta, því að þetta er framtíðin. Við erum ekki alveg hætt að segja ykkur fréttir af áramótunum því Ástralir fagna nú 9 ári.